Að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Já, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og eins og ég hef að tala áðan þá erum við að fara í handboltspjall núna og línuna er komin aðstoðarþjálfari kvennalið Stjörnunnar í handbolta, hann Ragnar Hermansson. Komdu bless og sæll ekki? Blessaður. Hvernig hafið það í dag? Við erum í frí í dag, þannig að við höfum það rosa gott. Já, enda veitti kannski ekki Davíð við lyftu bikar? Já, þetta var bara erfið helgi þegar leikir hérna í beit og hérna búið að vera svona þrír leikmenn að koma úr erfiðu landslýsverkefni og próf og svona, þannig að það veitti ekki að gefa fólki smá tíma til þess að vindu ofan af sér og vera aðeins með fjölskyldinni. Já, þannig að það veitir ekkert af því núna. En þið eru ennþá alveg ósigraðir alla þennan vetur, Stjörnuliðið? Já, þetta er bara svona og fyrir því eru svo sem ekkert flóknar ástæður. Það er búið að vera mjög vel æft, það liðið búið að æfa mjög vel alveg frá því sumar og hérna svona stelpurnar fengu smá smjörþefa af þessu í fyrra seinni hlutan á síðasta kemsttíðabili að þá fór svona liðið að stíga upp og vaxa svolítið og náði langt í úrslitakeppninni og hérna þær komu bara mjög einbeittar inn í þennan vetur og hefur gengið í samræmi við það. En virkilega gaman að því að Stjarnan er þarna á toppnum í jóladeildinni eins og komið er eftir fyrstu 10 leikina. En það er nú ekkert langt síðan að það átti bara að leggja niður kvennalið hérna í Garðabænum. Nei, það kom upp svona svolítið sérkennileg staða. Það var orðið mjög fámennt, svona hópar oft svolítið viðkvæmir og hérna sérstaklega kvennahópar, það getur orðið brotthvarf af náttúrulegum ástæðum og öðrum ástæðum og það bara fylltist hópurinn hratt og það var einhver óánægja með eitthvað sem kannski ég er ekki rétti maðurinn til að segja frá og veit lítið en það var svona til þess að þetta tvístraði svolítið og það var bara orðið mjög fámennt á æfingum og þá komu svona eldri leikmenn hérna inn og bílið leikmenn sem voru í eftir löngu hættir og þú veið að hætta en fórnuðu sér fyrir sinn og hérna og síðan hefur bara leiðin legið upp á við og hérna Skúli tók við þessu fyrir síðasta kemsttíðabil og hefur náð svona að vinna aftur svona inn gömlu Stjörnugildin og núna er hópurinn bara samsettur úr hérna leikmennir sem hafa alla sína eða sérst nánast allur hópurinn hefur alla sína tíð spilað fyrir Stjörnuna. Það er hérna Hanna hérna fyrir 4 árum og Sandra Sif kom fyrir 2 árum. Annað eru bara leikmenn sem hafa spilað mjög lengi fyrir Stjörnuna og hérna eru aldar upp í þessu umhverfi. Já. En nú ertu búin að þjálfa í svolítið langa tíma sem sagt þú er náttúrulega í kvennaboltanum getum tíðina. Hefur þið fundist deildin orðið svolítið öflugri núna heldur en þú varst að þjálfa í den? Nei, ég er nú ekki einn af þeim sem tek þátt í því hérna því klappliði sem maður vil meina það að deildin sé eitthvað öflugri núna. Ég kom inn í þessa deild fyrst 95 minni mig og var það að þjálfa Fylki og þá voru þarna liði eins og Stjarnan og Haukar og Víkingur sem voru kannski áberandi best og svo önnur lið sem voru mjög góð eins og FH og hérna deildið var fannst mér fleiri góð liði inni heldur en núna og hérna svo kom ég aftur inn í þetta 97-8 og var það svolítið samfleytt til 2002 og bestu liðin þá mundu held ég spjara sig mjög vel í deildin í dag. Já. En hérna en hins vegar það sem hefur breyst kannski það að svona lakari liðir í deildinu orðin það sett betur heldur voru þá og formið á leikmönnunum í öllum liðum orðið betur heldur en það var akkurat þá. Þá voru þetta kannski 3-4 lið sem að lögðu langmest upp úr þessu og lögðu mest á sér Þannig að það komi meiri svona, hvað var að segja, meiri metnaður í félögin núna í kvennaboltanum, má segja? Já, svona það er æft meira og hérna boltinn hefur breyst, það er meiri hraði og annað slíkt en bestu liðin frá þessum tíma æfandi í sömu aðstæðum og hérna leggjandi sama æfingamagn á sig myndu virkilega spjara sig í stærri deild í dag. Okay.
En þið eru allan áfram á tótnum og þið stefnir fram eftir áramót? Já, það var markmið liðsins að gera betur inn í fyrra og fara í hvern leik til þess að vinna. Það var svona, kannski bara svona yfir markmið og við erum auðvitað fyrst og fremst bara að vinna í því sem við verðum að gera allar veitur, reyna að bæta líði bara jafnt og þétt og sjá hverju það skilar okkur sko. Þetta er rosa viðkvæmt alltaf, þú veist, gengur vel í dag og við erum svo sem ekki orðið fyrir neinum áföllum og ekki fengið neina ágjöf, en þetta er viðkvæmt og það er baráttunni, valsliður þetta mjög rútinerað og sterkt lið og framarnir eiga leikmenn inni sem eftir að koma eins og Steinum sem eftir að koma meðslum og það eru mjög þéttar gróttar í mikill uppsveiflu og kom mér óvart helgina. Ég held ekki að það var alltaf þetta góðar sko og það má lítið út að bera og það sem að lítið vel út í dag það getur lítið út einhvern veginn öðru sig á morgun sko ef menn haldi ekki vel á stöðunum. Þannig að við erum bara að vinna bara, þú veist, eina æfingu í einu og vonumst bara til þess að halda áfram að styrkja okkar stöðu. En nú eru 12 lið í þessari deild og prógramið, er þetta ómargi leikir eða er þetta bara passleg mikið? Þetta er nokkuð passlegt núna og mörgulítið skipulagið á þessu betra heldur en ofta. Nú kom bara landsliðsfrí þarna og svo er svona tekið tillit til desembermánaðar svolítið í uppröðinni sem að var alltaf vandamál í gamla daga. Og svo kemur þessi deildabikar inn og hann svona tengir þetta pínlítið saman. Svo er bara hægt að vera svolítið að föndra í mannskapnum, bæði líkamlega forminu og tækninni svona á milli frídaga í desember og svo byrjar þetta strax í jól. Þannig að mér finnst þetta bara býsna vel heppnað uppstundningin á þessu núna og er bara ánægð með hana. Já. En náður að fylgjast eitthvað með Karlamegin bikarinn þar eða voru þið bara í fagnaðarleitum? Já, ég er bara svona eins og venjulega maður svona, er þetta áhuga maður handbolta þannig ég svona veit maður hvernig hvað er að gerast þar og líka því ég var að þjálfa hjá Fjölni í fyrra og hitti fyrra yngri flokka og síðan var ég með meistaraflokkin hjá mig fyrra í fyrstdeildinni og þá veit ég svolítið líka þá deild, ég er svolítið gaman að því að fylgjast með henni. Já, og svona ef ég byrja að spyrja þið út í þessa fyrstu deild, nú eru náttúrulega 11 lið og í þessi fyrsta deild hefur kannski aldrei verið jafn áhugaverð og núna. Nei, það sýndi sig í fyrra fannst mér hvað það er rétt að vera með fyrstu deild, hvað það skiptir miklu máli að það sé hægt að falla úr efstu deild og það sé hægt að vinna sig upp í efstu deild. Það er mér ekki hægt að reka þetta eins og var reynt að gera árum með því að vera með einhverja eina stóra efstu deild sko, sem var að enga keppa sko, nema bara að vera Íslandsmeistari. Þannig að mér finnst þetta fyrirkomulega alveg frábært og fyrstu deildin er skemmtileg og afturhending sýndi það daginn með því að slá út fram í bikarnum að bestu liðin þar gæti alveg spjara sig í efstu deild og líka fram í fyrra voru ekki 2 lið í fjáraljóðstöldum í bikar úr fyrstu deild og Vestmannaeyingar sem kom upp eru raunverulega að spila sama lið og kom upp og þeir eru að standa sig alveg prýðilega í efstu deildinni. Þannig að fyrstu deildin er að verða mjög skemmtileg og ég var að vona sá vöxtur haldi áfram og það er þetta miklu líklega að við fáum fleiri góða leikmenn ef leikmenn er að spila þeir eru að sitja í einhverjum 25-30 manna hópum í efstu deild og komast ekki að sko. Nei, einmitt. Þannig að þú mælir með því að svona leikmenn sem hafa hæfileika og geta spilað í fyrstu deild eða fá meiri spilatíma þá ættu í rauninni að nýta sér það. Ég heldur þroskist meira á því að spila burðar hlutverk í þokkalegu fyrstdeildaliði heldur en að vera í því að hita upp drepbekkina í efstu deildinni sko. Já, einmitt. Og leikmenn sem að fara þá leiða þeir koma bara hugsanlega mjög sterkir upp sem leikmenn í efstu deild sko. Spilatími þetta er eitthvað sem skiptir gríðarlega miklu máli. Fá að þróa þína hæfileika og axla ábyrgð og hafa hlutverk. En miðað við hvernig ef að jafnmörg lið verða bara öll liðin halda áfram að bætist engin lið í fyrstu deildina, finnst þér eitthvað að eiga fjölga í efstu deildinni núna eins og við verðum að tala alltaf þessu umræða? Já sko, nú erum við með 11 lið og 8 lið, þetta eru 19 lið, segjum að við sko
færum upp í 20. fengjum 20, lið nummer 20 inn, þá finnst mér mjög eðlilegt að vera 2 tíuliða deildir, sko. Og það væri mörguleiti mjög gott format, sko, eða hugsanlega 8 eitthvað svo leiðis. Já. En mér finnst bara að vera svo mikilvægt að lið falli og færist upp milli deilda og að það sé keppni í gangi, sko, á mörgum vígstöðum, sko. Ég fall bara að það líka bæði skemmtileg og sjarmerandi og dregur að fólk og skapar umfjöllun og annað slíkt, sko. Og nú verður maður náttúrulega líka bara að taka ofan eins og með lið sem kemur allavega á norðan Hamrarnir og svona taka þátt og mæti hverja einustu leiki og mynda stemningu heima fyrir og fleira til. Já, það er bara svolítið gleði líka í fyrstöðinni, skilu. Það er skemmtilegt lið þarna, sem þess, sko, Selfoss sem er lið sem að þarf bara að stíga þetta skrifa að fara upp og svo er sterkt lið út af Nesi og nú eru Vestmanningarnir komnir upp og Afturelding ég held Afturelding fari upp núna og komið til með að hafa, sko, geta nýtt sér þetta ár núna. Þetta er gott ár fyrir þá niður í fyrstöldinni. Héldu öllum mannskapnum sínum og strákarnir hjá þeim sem eru ungir, þeir styrkjast og ég held að Afturelding komið mjög sterkar upp í efstu deild á næsta ári heldur en þeir hafa verið, sko, þegar það verið þar áður. Já. Þannig að ég held að þetta sé, ef þetta er rétt notað, það var 1 ár niður í fyrstöld ekki neitt döðdómur, sko, nema síður sé. Bara svo vontir þeirra leikmenn hopp alltaf bara beint leið og liður þeirra fyrir nýður og þá er þeir farnir eitthvað annað. Það er þetta ekki það sem maður vill sjá, sko. Nei. Menn að vera trúið sínu félagi, uppeldisfélagi helst? Já, líka bara sína ákveðna þolinmæði. Ég meina 1 ár ef það er vel að verka í stað og góð umgjörð og menn halda saman og fór maður bara miklu sterkar upp í eftir deild að ári, sko. En þá aðeins að Ólisdeild karla, hvernig hefur þið fundist þetta tímabil svona vera hingað til? Mér sýnist núna að Haukarnir séu aðeins að svona taka sig út úr pakkanum sem besta liðið. Það var svona framan að var þetta nú bara ein allsherjar, sko, súpa af liðum sem að maður sá engan getumun á liðunum. Það var bara þannig að á mánudegi var bara þetta lið í stuði og svo fyrstudegi var eitthvað annar lið bara komið í stuð og það gátt allir unnið alla. Og það er svolítið þannig ennþá en mér sýnist Haukarnir svona aðeins vera að ná sér í smá sérstöð þegar það verið mjög stöður upp á síðkastið og ég sá það á móti FH í deildabikarnum og úrslitaleiknum og mér fannst þeir svona talsvert sterkar í þeim leik. Já, nákvæmlega. En hvernig fer svona, já nú er svolítið pása á milli leikja með þess að núna í kringu desember og deildin hefst ekki að stað hjá í öllum deildum en hvernig leggst svona frí í liðin? Er þetta erfitt að rífa menn upp eftir jólafrí eða hefur þetta engin áhrif á liðin? Ég held að það færi bara alltaf eftir því hvernig menn vinna, sko. Eins og við erum að leggja þetta upp að þá tökum við 5 daga frí jólin og svo er bara komið á fulla ferð, sko. Já. Og 5 daga frí, það fer dill í fólk, sko, og ef fólk er að hugsa skrokkinn og borðar ekki á sig gatt, fer kannski og hreyfir sig eitthvað pinlítið, fer í góða göngutúra annars slíkt svona milli að þá er 5 daga frí bara gott til þess að næra sálina og aðeins að hvíla sig á búningsklefanum. Þegar menn taka þessu svona að einhverju léttu þá geta svona frí þetta farið mjög illa í liði, sko. Ég held nú að svona að það sé það mikill metnaður og fagmennska í gangi hjá flestum að þetta sé bara svona kærkomin svona uppbrot á erfiðu tíðanbili því það er erfitt að spila í þessum deildum, það er mikla kröfur og mikið æft og mikið undir hjá mörgum, sko. Finnst þér þjálfunin hérna á Íslandi búin að breytast eitthvað mikið eins og hvað varðar yngri flokka og þannig? Vola erfitt með að dæma, ég veit að var þess að vinna að yngri flokkanum og mér leist bara mjög vel á það sem ég var að sjá þar, sko, og mörg liðin þar mjög skemmtileg og ágætlega þjálfuð, sko, eins og sýnist mér svona eins og venjulega, við lyftum of lítið og það valta svona í styrta pakkan hjá okkur gegnum gangandi og
og hérna vakningin í því hún að koma en hún kemur hægt. Menn eru lengi að átta sig á mikilvægi þessara hluta sko, að hérna styrkja bæði sem meiðslaforvörn og bara til svo auka snerpu og hérna og getu maður og manngetu og annars slíkt sko. Það kannski okkar akkilesarhæll því að við höfum alveg gríðarlega hæfileika í leikskilningi og góða skottækni og annars slíkt hérna heima. Miklu betra heldur á mörgum öðrum stöðum í heiminum sko. Menn öfund okkur af þessum talent sem við höfum í handbolta, þannig að ef við myndum passa betur upp á þessa grunnþætti þá hérna stæðum við enn betur held ég. Svona áður en ég sleppi þér, hvað fannst þér svona standa uppi árið 2013 í handboltanum? Að þínum að því? Hérna heima? Já. Á síðasta ári? Já. Það var nú svo margt, mér varst mjög gaman að framskildi klára það að vera Íslandsmeistari í kvennaboltanum þrátt fyrir það að væri á kostnað. Og svo fannst mér gaman að sjá Stjörnuna koma hann upp. Ég var ekki að þjálfa það neitt í fyrra, ég var bara að fylgjast með sem áhugamaður og foreldri sko, gaman að Stjarnan skildi koma hann upp. Svo fannst mér mjög gaman eins og ég var að segja á hann að bikarinn, hann skildi vera töluð úr fyrstöldinni að spila þar í úrslitahelgina. Já. Og svo finnst mér bara umfjöllunin og svona stemmingir hérna heima hafa batnað og aukist og það mjög gott. Þetta hefur alltaf mikið síðan ár stúist hvernig landsliðin hefur gengið og nú að koma svona kannski ákveðin kynslóðaskipti þar og við getum séð fram á aðeins svona magrari ár. Já. Það verður kannski ekki eins gjöful ár í landsliðinu næstu 3-4 árin og þá þetta mikilvægt að við séum að rækta garðin okkar vel hérna heima. Nákvæmlega. En Ragnar, leður að gefa okkur tíma og gangi ykkur vel á nýju ári. Og gleðileg jól. Já, gleðileg jól. Læsar. Takk. Já, Ragnar Heimarsson, aðstoðarþjálfari Stjörnunnar í Óli-deild kvenna. Flottum náungi þarna ferð og við ætlum núna að fara að skella okkur upp í körfuboltan og lítum upp til Ragnar Neiðarssonar sem átti stórleikum mitt í gær í Þorlákshöfn. Þú ert að hlusta á Sportþáttinn mánudagskvöld með Gesti frá Hæli.